fram á okkar daga. Og orð Guðs lampi sem lýs í myrkum heimi og leiðir okkur fram hjá skerjum og heim í höfn Guðs ríkis að lokum. Jesús þessi stórkostlega morgunstjarna sem að Jóhannes í Ópenubókinni vill að birtist þannig að við sjáum fegurð hennar og leiðsögn hennar og getum þess vegna áttað okkur á því að til friðþæging sem að leiðir okkur heim í Guðs ríki. Sjá. En svo birtist þarna annað tákn, mjög hræðilegt, og það dreki með 7 höfuð og 10 horn, og með halanum þá blekkir hann 1/3 af englum himinsins og tekur þá með sér í orustu gegn Jesú Kristi, morgunstjörnunni fögru. Og hali merkir í Biblíunni falsspámenn, og hér Satani lýst sem falsspámanni því að hann notaði halan á drekanum til þess að afvegaleiða engla Guðs og fór með lygar til þess að reyna að tortíma þeim eða fjarlægja þá réttara sagt Guði sínum. Ég kíkti að ganni á Septuagintu, 70 manna þýðinguna, varðandi orðið lygar, og þar notað orðið lögleysi eða nákvæmara þýtt án lögmáls. Sérðu þarna stendur anomos og nomos lög og a sem sagt án laga, og það markmið djöfulsins að reyna að búa til þjóðfélag sem án laga. Og þið getið rétt ímyndað ykkur hvernig umferðin yrði á götum Reykjavíkur ef það væri ekki neinar umferðarreglur. En þetta hefur verið markmið hins illa frá upphafi, að fara með lygar þess efnis að viljirðu lifa sem frjáls einstaklingur, þá átt ekki að hlýða neinum lögum. Þá fyrst ertu frjáls. Biblían snýr þessu alveg við og segir: frelsi fæst einungis fyrir lög. Og á Alþingishúsinu stendur: með lögum skal land byggja og ólögum eyða. Það kemur frá Frostaþinginu í Noregi. En þetta sem sagt lygin sem Satan ber fram. Og konan, hún fæddi son, og þegar hún hafði fætt þennan son, þá stóð Satan reiðubúinn til þess að tortíma syni konunnar, þar að segja Jesú Kristi. Og það var Heródes sem ákvað að tortíma öllum börnum frá 2 ára aldri til þess að koma í veg fyrir að frelsarinn héldi lífi og yrði sá frelsari sem lofaður hafði verið. Og konan flýði með soninn, eða flúði með soninn, ætla ég heldur að segja, ásamt Jósef til Egyptalands, og þar hélst hann við í nokkurs konar óbyggðum þangað til að Heródes var allur. Og svo segir þarna í frásagninni í Ópenubókinni 12 að Satan hafi tapað í orustu sinni við Krist og að honum hafi verið varpað niður á jörðina. Og Kristur tengir þetta sjálfur við krossfestingu sína. Því að hann segir rétt á hann krossfestur að hann hafi séð Satan hrapa af himni sem eldingu. Og manni finnst það svolítið undarlegt að það skuli hafa tekið 4000 ár
að opinbera hvað bjó hið innra með Satan. En svo blekkt erum við af syndinni að það þarf fleiri þúsund ár til þess að opna augun á okkur fyrir því sem að Satan í raun og veru stendur fyrir. En við skulum halda áfram með spádóminn í 12. kaflanum. Það segir að sveinbarnið hafi verið hrifið til Guðs til hásætis hans, og það gerðist auðvitað þegar að Jesús fór upp til himins. Og þannig búið að lýsa sem sagt baráttu Krists og Satans, og hvernig Satan tapar fyrir Kristi þegar hann fer með sigur á hólmi á krossi og rís aftur upp og gerist þannig frelsari okkar. En konan áfram á jörðinni. Já, þessi spádómur þarna líka, sem segir okkur frá því að Kristur muni einn góðan dag verða konungur og að hann muni stjórna heiminum með járnsprota. Okkur finnst það svolítið kuldalegt, en þetta sótt í annan sálmanna. En járnsprotin að mínu mati lýsing á boðorðum 10, þar sem að Guð getur ekki gefið afslátt á þeim þannig að þú getur logið pínlítið og stólið pínlítið og tryggt pínlítið hór. Það ekki inn í myndinni. Guð gefur engan afslátt á boðorðum 10. Þau annarkvort eða. En við mennirnir erum ófullkomnir og Guð veit það. Þess vegna þurfum við á hans fyrirgefningu að halda á hverjum einasta degi, allan sólarhringinn á enda. Og vegna fyrirgefningarinnar erum við alltaf sátt við Guð, þó svo að ófullkomleiki elti okkur pínlítið stundum. En þá það að konan flýr út á eyðimörkina og Satan, hann vill eyða henni að öllu leyti, en þar henni sem sagt búinn staður í 1260 ár, sem raun og gífurlega langur tími. Og Kristur talar þennan tíma í Matteus 24 sem hrikalegan ofsóknar tíma, og hann segir að verði þessi tími ekki styttur þá kemst enginn af. Og ég tek bara með þetta sem dæmi þær ofsóknir sem að söfnuður Guðs verður fyrir eftir að rannsóknarrétturinn verður til, en þeir fleiri en einn og fleiri en tveir. Og sumir telja að þúsundir manna, aðrir telja hundruð þúsundir manna, sumir fara með tölun upp í milljónir, hafa verið deyddir vegna þessa rannsóknarréttar miðaldar kirkjunnar. Og hér sagan öll með frásagnir af þessu. Það sem að kvöl og pína stunduð daginn út og daginn inn í nafni Guðs auðvitað. Hér svokallaðir albigensar sem eru á leið til þess að gefa líf sitt, og hér valdensar í Alpahjöllunum á flótta undan miðaldakirkjunni, og hér það húgenottar sem hafa flúið til Suður-Afríku. Við sjáum hérna konuna. Húgenottarnir skildu það að þeir væru hluti af þessari konu sem að Guð bjó stað í óbyggðum, og styttan þarna, eða konan þarna með biblíuna í hægri hendi, og hlekki sem hún búin að losa sig við til þess að njóta frelsis, til þess að tilbiðja Guð eftir eigin samvisku. Þetta listaverk gríðarlega fallegt. Ég hef staðið við hliðina á því í Suður-Afríku ásamt konunni, og bogarnir 3 tákna heilaga þrenningu, og kúlan þarna réttlæti sólin sem skín á okkur með fyrirgefningu sinni, og efst á minnisvarðanum, þetta í fransúk, krossin,
En hér sjáum við hvernig samtíma menn sem lásu Åpenbarabókina skildu hvar þeir voru staddir í sögunni. Og þeir vissu það að þeir þyrftu að flýja og þeir flúðu líka til Þýskalands og Svíþjóðar. Stærsti flóttinn samt sem áður til nýja heimsins, Bandaríkjanna. Og 1620 þá getum við sagt að styttingin á þessu hræðilega tímabili að verða til. Og það 102 sem að fara yfir hafið á Mayflower pluss áhöfn, en það aðeins rúmur helmingur sem lifir af mjög harðan vetur. Þannig að það að flýja meginlandið var engin dans á rósum. En hér erum við að fá bakgrunn sem að leiðir okkur inn í nútíman. Og þegar að Satan búinn að ofsækja konuna í 1260 ár, þá verður hann ofsareiður því að hann sér fram á það að hann geti ekki útrýmt konunni, að það sé útilokað að útrýma kristninni. Og það sem að gera hann alveg sérstaklega reiðan það að það þarna ákveðin rest eða afgangur, ef við vilt nota það orð, af konunni og sæði hennar, og þessi afgangur eða þessi rest eða þessi hinir aðrir af ætt konunnar, þeir hafa tvö einkenni, annars vegar að virða öll boðorð Guðs og hins vegar að eiga vitnisburð Jesú Krists. Við komum að því seinna með þetta að eiga vitnisburð Jesú Krists. Það svolítið þýðingarmikið orð. Og hér nemur Satan staðar á sandinum við sjóinn og hann kallar upp úr sjónum, mannhafinu, alveg hræðilegt dýr sem að verður hans erindreki hér á jörðu. Og við munum koma að þessu dýri örlítið seinna. En svo rís upp úr landinu sem að konan flúði til dýr sem að líkist lambi með lambshornum, og þetta fallega lamb, það reyndar íslenskt, að það táknar upphafið á Bandaríkjunum, og Guð lýsir Bandaríkjunum sem saklausu landi sem stendur fyrir réttlæti, mannréttindum, lýðræði og trúfrelsi og tjáningafrelsi. En það sem svo sorglegt við þennan spádóm það að þegar framlíða stundir þá mun þetta lamb því miður tala eins og drekinn sjálfur. Og hvernig talar drekinn? Jú, hann talar alltaf bara á einn veg. Ef þú gerir ekki það sem ég segi, þá bitnar það á þér á einn eða annan hátt. Þú hefur ekkert leyfi til þess að hugsa það sem þú vilt, segja það sem þú vilt, trúa því sem þú vilt og hegða þér eins og þú helst vilt. Þú hefur ekkert leyfi til þess að ég sem ræði yfir þér segir hinn illi og gerir ekki það sem ég segi, þá fer illa fyrir þér. Og við erum að sjá svolítið af þess í dag, en við kannski verðum að halda áfram. Hér kemur svolítið merkilegur spádómur sem að snýst okkar eigin tíma, og við erum núna stödd í 17. kafla Åpenbarabókarinnar, og þar fær sem sagt spámaðurinn að sjá þennan dreka einu sinni enn með 7 höfuð og 10 horn. En í þetta sinn það kona, skækja, sem situr á dýrinu sem að ber hana.
og hún með bikar fullan af lygi og hún að gefa ráðamönnum þessa heims að drekka af þessum bikar þannig að þeir fari eftir ákvæðum hins illa. En svo segir þarna að þessi 7 hausar á drekanum, á dýrinu sem kom upp úr hafinu, á drekanum sem hóf baráttuna á himni, að þessi 7 höfuð eru 7 konungar og að 5 séu fallnir, einn nú uppi, annar ókominn og þegar hann kemur þá á hann bara að vera stutta stund. Nú, það veldur töluverðum vandræðum fyrir marga að vita hvenær þetta nú 5 eru fallnir, einn ókominn. En ef þú notar Óperumbókina 12 sem inngang að köflunum 13 til 19, þá ekkert mál að komast að raun hvenær þetta nú Vegna þess að 12. kaflinn, hann endar þegar að 1260 árin á enda, sem sagt, núið 1798. Og þá eru 5 fallnir, og við skulum kíkja á það. Hér númer 1, Babylon, 2 Medar og Persar, og 3 eru Grikkir, og 4 eru Rómaveldi, og 5 páfadómur ásamt hinu heila rómverska keisaradæmi, og þessi 5 eru fallnir 1798. Það núið í 12. kaflanum og í köflunum frá 13 til 19. Og núið það kom nákvæmlega þegar að þessi ár voru á enda eða 1798. Og hér sjáum við Bartier, hershöfðingja Napóleons, sem búinn að taka páfann til fanga og segja við miðaldakirkjuna að nú vald þitt á enda og það varð raunin. Sem sagt, 5 eru fallnir 1798. Og svo stendur að já, við ætlum að bara mjög stuttlega, ég ætla að segja það strax við barnakvöldaskólann þið farið klukkan 12. Ég þarf að fá að fara aðeins yfir tímann, en ekki mikið. Hér getum við dregið saman 12. kaflann í hliðstæður og ég ætla ekki að fara í hverja hliðstæð út af fyrir sig, en hámark þessara hliðstæðna það að Mikael hann sigraði bæði á himni og jörðu og varpaði drekana þessna niður á jörðu og leifarnar þær munu sigra fyrir blóð lambsins, en drekinn hann ræðst alveg sérstaklega á leifarnar sem að halda boðorðin 10 og treysta Jesú fyrir frelsi sínu. Og þetta gerir það verkum að við erum komin inn í tíma endalokana sem frá og með 1798. Og skulum sjá, færðu núið og það 12. kaflinn sem gefur okkur þetta nú sem kemur í lok 1260 dagana. Einn uppi eftir 1798 og þetta orð Biblíunnar. Einn nú uppi og sá sem uppi eftir 1798 það í fyrsta lagi franska stjórnarbyltingin sem við sjáum skopmynd af þarna lengst til vinstri og svo sjáum við aðra skopmynd af Lenin þegar hann að gera það sama á franska byltingin að hreinsa heiminn af skít, þar að segja hann að fjarlægja auðvaldið, aðalinn, klerkana og keisara eða konung eftir hvað við á. Og þetta ógnardýr, það sérstaklega nefnt í Óperumbókinni 11 og Alistair McGrath
hann staðfestir þennan skilning að stórveldi guðleysisins, það byrjaði 1789 og endaði með falli múrsins 1989, þannig að hann tengir þarna saman frönsku byltingarnar og sovjesku byltingana og segir að þetta var stórveldi sem stóð yfir í 200 ár og þetta er dýri sem núna, þegar 5 eru fallnir, þá eitt dýr uppi, það að segja frönsku byltingarnar og sovjeska byltingin, og svo líður þessi bylting undir lok og hér bókin sem að McGrath skrifar þessa atburði og staðfestir uppfyllingu spádómsins mjög vel. Hann var guðlýsingi sjálfur, gerðist kristinn maður og prófessor við Oxford háskólann og það vægast sagt hægt að segja hann að hann veit sínu viti. En annar ókominn, þetta eru orð úr 17. kaflanum, og sá sem ókominn, hann kemur nú engu að síður, en þegar hann kemur og takt eftir þá á hann bara að vera stutt. Þannig að heimsveldi sem í dag, það eru Bandaríkin, og Bandaríkin munu fá bara stuttan tíma til að vera heimsveldi. Kína fær ekki tækifæri til þess, né Indland, né Brasilía, því að heimurinn mun ekki endast það lengi að þessar þjóðir geti orðið stórveldi. Bandaríkin eru síðast stórveldið áður en Jesús kemur aftur. En svo segir að 5. dýrið, það kemur aftur og það verður hinn 8. og það stendur hérna að þetta sé eitt af hinum 7. Þannig að það fer ekkert á milli mála hvaða stórveldi þetta eru. Og hér sjáum við spádóm sem segir okkur að dýrið sem fékk banasár 1798 og hafði þetta sár í 200 ár og með þess að páfinn hann viðurkennir að hann hafi fengið þetta sár vegna stórveldana og það hafi staðið yfir í 200 ár. Og páfinn kallar þetta sár sitt fyrir óvirkni. En nú vill hann inn í pólitíkina, sjáðu ártalið 1988, þá mætir hann hjá Evrópusambandinu og hann biður Evrópusambandið að gefa sér kristna Evrópu. Og síðan gerir hann samkomulag við Ronald Reagan og það kallað heilaga bandalag. Það vissi enginn af þessu í mörg ár, en þeir hittust 7. júní 1982 í bókasafni Vatíkansins til þess að ræðast við það hvernig þeir gætu knésett Sovétríkin. Og það tók nokkur ár, en fyrsta skrefið var fall Berlínarmúrsins 1989, síðan falla Sovétríkin 1991 og þar með deyr 7. stórveldið sem varð gríðarlega stórt. Þið sjáu hérna útbreiðslu kommunismans 1980, þetta gífurlega stór svæði en það páfinn og Reagan sem sjá til þess að það hrynji. Og sjáu þið það sem stendur hérna. Sjáu þið dagsetningun á þessu blaði hérna. 20. og 8. september 2015. Og hver stóra fyrirsögnin á forsíðunni? The New Roman Empire. Hið nýja rómverska heimsveldi. Og hver það sem fer í forystu fyrir því? Páfinn. Banasárið varð heilt og öll jörðin fylgdi dýrinu með undrun og sögðu, hver jafnast við dýrið og hver getur barist við það. Þetta dagurinn í dag, vinir.
Og vegna þessarar forsíðufréttar þá fannst mér ég verða að rifja hlutina örlítið upp með okkur og segja okkur af því að hlutir að rætast hröðum skrefum. Og hér spádómur það að hornin 10 Evrópa muni gefa páfaveldinu allt það vald sem að páfaveldið fer fram á. Hann bað 1988 kristna Evrópu sem ætti að vera leiðarstjarna fyrir allan heiminn og spádómurinn segir það mun ganga eftir. Evrópusambandið mun gefa páfanum allt það vald sem að páfinn biður Hér sérðu þessa mynd frá 1988. Og svo talað að út af munni drekans og dýrsins og falsmámansins þá kemur óhreinn andi sem að líkist froski, en það boðskapur það að maðurinn sé ódauðlegur og hann þurfi ekki óttast dauðan því að hann muni aldrei deyja. Og það sem að þessir 3 öfl gera að safna allri heimsbyggðinni saman til Harmagedon staðarins. Og hérna höfum við þá þessa 2 hópa. Og þið sjáu hvað myndin einföld. Þetta eru kaflarnir 12 til og með 19. Þar mætum við hóp sem að ber virðingu fyrir Biblíunni, sem að treystir á trúfesti Jesú Krists. Trúfesti hans birtist meðal annars á krossinu þegar hann var trúfastur allt til dauðans. Og þessi hópur, hann ber virðingu fyrir boðorðunum 10. Þessi hópur ber virðingu fyrir vitnisburði Jesú Krists. Vitnisburði Jesú Krists í Óperumbókinni skilgreindur á 2 hátt. Annars vegar sem Biblían og hins vegar sem það að eiga innan síðasta safnaðarins anda spádómsgáfunnar. Og það sem að Ellen G. White biður okkur öllum að gera meira en nokkuð annað að lesa Biblíuna. Hún segir ég litla ljósið til þess að leiða þig til Biblíunar og Biblíunar einnar. Þannig að í fyrsta kaflanum vitnisburður Jesú skilgreindur sem orð Guðs, það að segja Biblían. Svo þegar við komum í 12. kaflan og aftar í spádóminn að þá vitnisburður Jesú skilgreindur sem andi spádómsgáfunnar sem að mun verða eign, takt eftir orðinu, það mun verða eign hins síðasta safnaðar. En hinn hópurinn samanstendur af drekanum sem þá fyrst og fremst spiritismi og dýri frá hafinu sem þá kaþólsk kirkja og dýri frá jörðinni sem þá mótmælendur og sem skilgreindur líka sem falsspámaðurinn og þetta dýrið sem að rís upp úr jörðinni sem lambið en talar að lokum eins og dreki. Ég ekki mjög langt eftir en boðskapur þessa hóp sem að ber virðingu fyrir Biblíunni í heild sinni, treystir Jesú til þess að fyrirgefa misgjörðir og vill bera virðingu fyrir boðorðunum 10. Vopnið sem að þessi hópur notar boðskapur englanna 3. En vopnið sem að drekinn og dýrið frá hafinu og jörðinni og falsspámaðurinn notar, það að þeir munu koma því til leiðar að enginn geti keypt eða selt nema
hafa merkið nafndýrsins eða tölunafns þess. Það er að segja, þú fær hvorki að kaupa né selja nema þú viðurkennir allt það sem að kaþólsk kirkja segir, allt það sem mótmælendur segja og allt það sem drekinn sjálfur leggur blessun sína yfir. Ef þú viðurkennir það ekki með huga þínum og praktisera það með hendi þinni, þá myndu hvorki geta keypt eða selt. En þá erum við líka eiginlega komin að því að Jesús sé að koma aftur. Nú, tíminn nú útrunni hjá okkur, en þetta Vicarius Filii að finna í gjafabréfi frá Konstantínusi sem reyndar falskt, það skiptir ekki máli, því að páfarnir notuðu þetta í 600 ár til þess að staðfesta sessin í hásæti sínu og þetta merkir 666 sem tala dýrsins. Og þetta stendur á þessari kórónu, reyndar ekki sem Vicarius Filii Dei, heldur sem Jesu Kristi Vicario, sem merkir það sama. Og hér sérðu páfa sem notuðu þetta í 6 aldir. Og þetta kristnin í dag, kaþólskir, mótmælendur og karismatikararnir. Og þessi hópur mun sameinast gegn litla hópnum og þetta borið saman við uppgjörið á Megiddo sléttunni. Þarna hefur annars vegar kaþólsku kirkjuna, spiritismann og mótmælendur sem að ógna með því að þú ferð hvorki að kaupa eða selja nema að gera eins og þeir segja. Svo hefur hinn hópinn, hérna hefur Lúther sem sagði Biblían og Biblían ein og það segjum við líka. Við treystum Jesú fyrir fyrirgefningu syndana og við treystum upprisu hans sem verður að okkar upprisu líka. Við viljum bera virðingu fyrir boðorðunum 10 og við þökkum leiðsögn Erlingi White sem leiðir okkur til Biblíunar, stóra ljóssins, sem gerur okkur að betra fólki og sjálfstæðu fólki. Það má bera þetta saman við Elíja á Karmel en hann fór þar með sigur. Og svo segir hérna að lokum þá munu menn ráðast á sjálfan sig og brenna og eta sitt eigið hold. Og ég tók hérna með Spiegel ágúst útgáfuna af þessu blaði. En hér verið að tala atómsprengjuna og ég held að við mennirnir munum nota hana til þess að útrýma okkur sjálfum. Guð þarf ekkert að hjálpa okkur með það. En það stendur hjá Pétri að himnarnir munu leysa sundur í eldi og frumefnin brána af brennandi hita. Og það væri gaman að segja nokkur orð greinina en þeir tala að Enola hafi skapað helvít og jörðu þegar að sprengjan féll á Hiroshima og svo nokkru seinna á Nagasaki. Það viðtal þarna við Gorbachev og fleiri. En þegar hér komin saga þá mun Jesús stíga fram og sjáðu hvað stendur þarna, á þeim tíma mun þjóð þín frelsi verða. Þetta mun ekki snerta þá sem að hafa falið sig Guði og þeir munu fá mat, ferðan af hröfnum jafnvel eins og Elía, þó þeir geti ekki farið í búðir og keypt eða selt. Það skiptir engu máli, þeir eru undir vernd Guðs og þjónustu hans. Og hyrningarsteinninn sem Jesús Kristur endurkomu steinninn sem varð að stóru fjalli, það að segja þjóð sem náði alla jörðina. Svo tók ég þetta með til gamans, þetta BP auglýsing. Manstu þegar að maðurinn síðast hunsaði aðvörun veðurfarsbreytingar. Það eru miklar bókstaflegar veðurfarsbreytingar í gangi en hinar pólitísku og trúarlegu veðurfarsbreytingar eru ennþá meiri. Hlustaðu þessna á spádómsorðið.
því að þá örkin þín og þú myndir lifa af hörmungar loka tíma þessa heims. Ég er komin svolítið yfir tíman, en skulum bara enda með stuttri bæn og skipta okkur svo í byrðir. Heilagi himneski Faðir, þökk fyrir að mega þekkja þig og þinn undursamlega kærleika og þína miklu umhyggju. Við þökkum stöðulega fyrir fyrirgefningu syndana, fyrir það réttlæti sem að Jesús vill gefa okkur og fyrir andan sem vill upplýsa okkur og fylla hjörtu okkar að kærleika til hvers annars. Þökk fyrir að mega vita nokkurn veginn hvar við stödd í sögu þessa heims. Við sjáum að endurkoman nálgast, spádamarnir rætast hröðum skrefum og allt það sem þú hefur sagt í þínu orði hefur staðist tímans tönn. Þökk fyrir að mega fela sig þér og treysta því að þú munt vel fyrir okkur sjá í Jesú nafni. Amen. Jæja, vinir, þakka ykkur fyrir.